sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Fylgstu með á Facebook. Sportþátturinn mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli. Mikið rétt, sportþátturinn með ykkur hérna en þá þessu mánudagskvöldi. Það 19. desember og styttist í jólin og nýtt ár. Og á línuna ég komið núna sem var valinn sundmaður ársins 2016, engan annan en Anton Svein McKee. Og hann átti nú bara, ammali í gæri, það rétt hjá mér, eða bölvu vitleysa? Það passar. Jæja, verður velkomin á línuna. Takk hérlega fyrir. Herðu, hvernig svona sundmaður eins og þú sem ert alltaf úti, hvernig eyðir hann núna jólunum? Herðu, ég hjá vini mínum og verði í famni fjölskyldu hans, þannig að það verður bara mjög kósí hérna. Í Omaha. Já. Nebraska. Já. En þú ert hins vegar eða ekki, samt, þú byrðið annar staðar í Bandaríkjunum eða ekki eða? Jú, ég fer í skóla í University of Alabama og það í bæ sem heitir Tuscaloosa, ekki það að allir veit hvað það en við vorum í æfingabúðum í Florida og svo núna fá allir viku frí og svo koma allir tilbaka, fara í skólan og halda áfram æfingum. Já. Og kannski fyrir almenn áhugamann sem þekkir ekki neitt til sundsins, hvernig æfingar þarna hjá ykkur eins og í þessum háskóla? Jú, við erum með 9 sundæfingar á viku og 3 liftingæfingar með því og þetta breytt vel úr þessu þannig að maður hafi nógan tíma fyrir bæði. Við erum með 2 sundæfingar bæði á mánudögum og þriðjudögum, svo miðvikudögum og fimmtudögum. Það 1 sundæfing, þannig að það hefur maður meiri tíma til þess að einbytta á skólan og svo aftur 2 æfingar á föstudegi og svo 1 á laugardegi, svo frí á sunnudögum. Svo þess að hvíla líkamann og geta komið fersku tilbaka í næstu viku. Já, þannig sunnudagurinn fyrir það að þú ert með bara lappanir upp í lofti. Já, einmitt. En til þess að vera svona afrekssundmaður eins og þú ert í dag, þetta þú þarfti það ekki að vera virkilega skipulega sem segir sér náttúrulega sjálft 9 æfingar á viku. Jú, en það kemur rosa vel líka að vera í skólanum úti, að sundið og námið tvinnað saman. Það sé til þess að þegar maður missir kannski af einhverju námslega og þá eru kennararnir að hjálpa manni að ná upp efninu og kannski færa próf fyrir manni ef maður þarf að missa af einhverju, þannig að það passar alltaf vel saman. En ef við förum yfir árið 2016, hvað fannst þér svona standa upp í árinu? Jú, það voru vissilega Ólympíuleikarnir, það var bara ólýsanleg reynsla að fá að keppa á þessum leikum aftur. Þetta náttúrulega eitthvað sem kannski mjög margir fá að gera bara einu snæfinni og það mjög gaman að fá að fara þarna aftur og reyna að gera sitt besta og við erum allir fyrir Íslands hönd. Það ákveðið þjóðarstolt alltaf? Já, nákvæmlega. Besti árangurum minn samt á árunni var örugglega Evrópumeistaramótið í Finnsundarlauginni. Þá tókum við reynda bara viku hvíld fyrir það mót og ákveðum svona bara að hafa gaman og það gekk bara helviti vel upp. Þannig að tímum þar sem voru mjög góðir og það lofuðu góð fyrir Ólympíuleikana og svo hittum maður ekki alveg nógu vel á þetta þar en það voru að hafa það. En þú kepptir bara á stóru brautinni í ár eða sem til 50 metra laugi eða ekki? Jú, ég keppti líka á skólamótum í fyrra hluta ársins og vorum samt ekkert mikið að kýla fyrir þau, vorum bara einblín á Ólympíuleikana. Þannig að ég keppti ekki neitt í 25 metra brautinni en kannski gerist það eitthvað á 2017, maður veit ekki. En þegar þú byrjar í sundi á svona tíma, áttur þú vona því að núna 23 ára að þú verir í 47. sæti á heimslistanum í 200 metra bringusundi og einni, ert ekki 70. sæti í 100 metra bringusundi? Jú, eitthvað svoleiðis held ég. Þannig að bjóstu við því, nei, ég held að gerum maður sér, býr maður sér til drauma og með væntingar til ákveðins árangur sem maður náttúrulega breytist með hverju móti og hverju ári sem maður keppir á en ég náttúrulega bara mjög þakkláttur fyrir allan stuðning sem ég fengi og
hjálpa mér að komast þangað. En að líka skondið að vera í þessi bringusundu sko, og maður náttúrulega skipti sundgrein þegar maður fór til Bandaríkjanna. Það er náttúrulega líka skondið sko. Já, þú varst æðir bara skriðsunddeila, eða ekki? Jú, var eiginlega bara í skriðsundi og fjósundi svona til gamans. Og þannig að það hefur verið ágætis, já, það hefur verið hressileg breyting að fara yfir í bringusund. Þetta nú, já, það ættu nú allir hlustendur að vita, það stórmunur á milli þessara tveggja. Jú, þetta var mjög skondin breyting, sérstaklega þegar hann var að byrja að æfa bringusund. Maður, hvað maður segja, var að synda með krökkur sem höfðu verið kannski að synda bringusund allt sitt líf og maður var svo langt eftir á í svona smá tíma að maður fljótur að minna þetta upp og maður læra tæknina. Þannig að það kom allt mjög hratt. Já, nákvæmlega. En hvað er svona framundan hjá þér? Nú er nýtt ár og sem fylgja væntanlega nýjum markmiðum og fleira. Hvað er svona framundan þér á nýju ári? Jú, núna þá eru háskólameistaramótin að koma. Bæði þess að deildarmeistaramótið, það er þess að South Eastern Conference og svo líka bara þess að NCAA að háskólamótið. Og það eru þessi 2 mót þarna sem við ætlum að reyna bara að vera eins góður og hægt hvíla fyrir mótin og að reyna að ná hámarks árangri. Og svo eftir það voru farin í annan æfingarhring og sett upp fyrir að ná góðum árangri á HM í löngubrautinni. Það er í Budapest í lok sumars og svo mun ég líklega vera að koma heim á EM50 líka til þess að keppa þar. Þannig að þetta verður skemmtilegt ár, nóg að gera. Já, nóg að snúast einmitt. Og já, hvernig já, svona, þegar þú ert að undirbúið fyrir keppni, mikla hvíldir eða ertu bara strax farin aftur að æfa eftir keppnir? Ég hef ofta ekkert fengið rosa mikla hvíldir, því að maður er svona vanur í að vera í langsundsgreinunum og þá maður vanur lengri vegalengdum og getur þolað að keppa undir lengri vegalengdum. Þess að herri kílómetrafjölda í hverju viku fyrir mót, en við ætlum að reyna að lækka það aðeins núna fyrir þessi mótnur og sjá hvað í manni býr. Já, nákvæmlega. En hvernig er svona að vera Íslendingur afri sundmaður út í Bandaríkjunum? Þekkja þeir sem eru með þér í háskólanum, þekktu þeir eitthvað til Íslands áður en þú kynntist þeim? Jú, þeir þekktu vissulega eitthvað. Það er eins og það eina sem að Bandaríkjumönnum sé kennt í landafræði er að Ísland er grænt og Grænland er með ís. Maður er búin að heyra það nokkuð oft, en jú, það er mjög gaman að segja að vera í þessu bandarísku liði. Það er mjög sterk liðsfeild sem er í þessum liðum. Það eru kringum 70 manns sem eru saman að æfa, þá er bæði sundmenn og dímegamenn og það býr til mjög skemmtilegan hóp á krökku sem maður æfa með. Það er mjög skemmtilega að vera að vakna klukkan 5:30 á morgnana og fara að æfa, vera með 50 manns með sér að gera það einhvern veginn að vera einn. Þannig að það hjálpar rosa mikið að hafa þetta sterka lið og það eru allir bara mjög opnir fyrir að hafa fólk frá mismunandi kultúrum og heimshornum. Það eru mjög margir krakkar frá útlöndum í liðinu mínu, held að þessi kringum 10 manns og það gerir bara liðið skemmtilega sko. Okay. En þetta er alveg æðislegt að eiga það sem sundmann því að þetta er einn mest krefjandi íþrótt í heimi og mér finnst bara magnað að fylgjast með þessu sem hluti af þess að bara getnum útvarpið að fylgjast með ykkur að vera eigum afreksfólk í fremstu röð. Já, takk fyrir það, það er gaman að heyra. En jú, það er alltaf mikla æfingar sem að fara í þetta eins og margar áras íþróttagreinar en svona er þetta bara þetta er bara það sem verður að gera til að vera á toppnum því að það er allir aðrir sem er að æfa svona mikið. Maður þýðir ekkert að vera að gefa eftir en maður vil komast á toppnum sko. Eða þannig að vera með þeim bestu. Já, nákvæmlega. Og þið fenguð að sjálfsögðu eins og allt íslenskt íþróttafólk í dag, fenguð þið fræga húið á ykkur og fleira í stuðningi í sumar? Í Ólympíuleikunum það? Já. Nei, það var ekki það gott. Nei. Já, það kemur. Já, það kemur. Nákvæmlega. Sveinn, Aron, Maggi, þakka að kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangið sem allra best. Þú segist að vera að fara bara strax eftir jól, þú farið viku frí, þannig að þú ert bara að byrjaður í lauginni strax áramótin. Já, það er svona að við erum að senda okkar eigin æfingar núna, þannig að það er bara svona rólegar æfingar yfir þess að hérum hérna í viku og svo
já, strax aftur fara í þetta, þannig já. Bestu þakkir að gefa okkur tíma og gangið sem allra best. Takk alveg fyrir að hafa mig. Takk svo með Já, við ætlum að halda okkur áfram við sundið og já, næsta það sundkona ársins 2016 sem Hrafnhildur Lúthersdóttir. Hún verður hér á línunni innan skamms, fari ekki langt, sportáþur með